fjölmenningarstefna löngu komin í þrot. Þá lifum við á hnignuna skeiði vestrænna siðmenningar. Það eiginlega ekki hægt að halda öðru fram. Alltaf. Þegar öfgarhreyfingar hafa náð völdum, þá það gert í krafti þess að það þurfi að skerða lýðræðislegan rétt, að þurfi að skerða tjáningafrelsi og annað til að vernda einhverja. Helgi Magnús. Já. Þú ert dómsmálaráðherra. Hvernig tæklar það mál? Rekur Helga Magnús eða rekur Sigríði? Þarna sá maður hversu auðvelt að ná tökum á heilu samfélagi ef þú hefur ógnina. Hver munurinn á Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingurinn? Þeir tala fyrir skattalækkunum en Samfylkingar kalla eftir Tala fyrir skattalækkunum? Þeir eru búin að vera með fjármálaráðuneyti í 10 ár. Ég kann að meta þessi gömlu húsgögn. Já, talandum gamalt. Við erum byrjaðir. Þá erum við byrjaðir, já. Já, segjum sér svo. Hefur ekki bara að segja það. Hérna, gamalt. Já. Miðflokkunum gengur vel. Já, í könnunum í bili. Það tekur könnunum alltaf með fyrirvara, en þetta í jákvæð þróun. Já. Hérna, sérðu fyrir þér að leita svona meira í gömul gildi? Þú veist, núna svona, hvað ég var að segja, svona réttrúnaðurinn búin að vera svolítið á undanhaldi. Og... Já, vonandi, já. Já. Það er kannski að segja nokkur orðum það eftir. Svona klassískur, hérna, klassískt frjálslyndi. Já. Er það ekki bara að fara, þú veist, myndirðu segja að miðflokkurinn sé klassískur frjálslyndur? Já, já. Tvímælalaust, ef við lítum á klassískt frjálslyndi, þá er flokkurinn þar. En þú segir réttilega að vókið eða réttrúnaðurinn eða hvað við viljum kalla það sé á ákveðnu undanhaldi. Og það er af því að fleira og fleira fólk að átta sig á hversu mikið rugl þetta er. En það má ekki sofa á verðinum af því að á sama tíma og fleiri gera sér grein fyrir því hversu vitlaust þetta er, þá heldur kerfið bara áfram á sinni braut. Stjórnkerfinu víða er orðið alveg sama hvað fólki finnst og skoðun þess. Þó að fólk sé svona á einhvern nátt að rísa upp, þá bara heldur kerfið áfram með sitt prógram og það er ekkert búið að fatta að vókið sé hættulegt. Það er bara eins og Írland og Bretland. Það er lögreglan farin reglulega að fara heim til fólks, jafnvel brjóta niður útidyrahurðina til að handtaka það fyrir skoðanir. Fyrir einhver sem það sagði á Facebook eða öðrum samfélagsmiðlum, jafnvel bara deila gríni. Og þetta er óhugnanleg þróun. Á Írlandi núna bara fyrir nokkrum dögum var kennari handtekinn af því að hann vildi ekki kenna nýja réttrúnaðan, hvað það varði. Og þetta var sakleysislegasti kennari sem hann getur fundið. En nei, það mættu 5 lögreglumenn að handtaka hann. Og eins finnst mér þróun í Bretlandi bara óhugnanleg. Þegar að á 24 tímum er verið að handtaka fólk, setja það fyrir dómstól, dæma það í 2-3 ára fangelsi, fyrir til dæmis bara hluti eins og að hafa deilt einhverju gríni, hafa horfst á mótmæli, en hafa raunverulega verið dæmdir fyrir það, að hafa horft á mótmæli. Eitt dæmi var 2 samkynhneigðir karlmenn sem voru að koma á leið heim úr bingói og á vegi þeirra urðu sem mótmæli og þeir stöldruðu aðeins við, en þeir voru bara ákærðir og fjölmargar svona sögur, þannig að mér finnst þetta óhugnanlegt og það veldur mér áhugjum að þótt fleira og fleira fólk sé að átta sig á því hversu hættuleg þessi þróun er, að kerfinu virðist vera alveg sama. Það bara heldur áfram á sinni braut. Ég nefnilega Douglas Murray, ég held hann hafi sagt 2015 að þá farði hann rök fyrir því að í stað þess að takast á við megin orsök vandans þá væri stjórnvöld almennt að leitast við að leysa einhver svona afleitar afleiðingar eins og til dæmis mótmæli eða eitthvað fleira tvíumlíkt í staðan fyrir að takast á við þann vanda sem hefur að gera með
fólksflutninga frá löndum sem að kannski hafa ekki sömu gildi og það er samfélagslegu afleiðingar sem að það kemur til með að hafa. Og ég hef verið að rýna í tölur í sambandi við félagsstöðu þess fólk sem að hefur svona verið að gera sér líklegast til þess að kjósa svona öfga hægri hópa eins og Reform UK hjá vinnu þínum Nigel Farage og öðrum eins og Þegar þú segir öfga hægri hópa, ertu að tala í kaltæðni eða? Nei, þetta er það sem ég kalla. Ég er bara að tala eins og svona upplýsingunum sem að við okkur veitt eins og þær eru bornar upp. Akkurat. Og ég hef verið að skoða svona félagslega stöðu þess fólk sem er að kjósa þessa öfga hægri hópa, svo ég seti það nú í gæsalappir, eins og þú réttilega nefnir. Þetta er ekki öfga hægri hópar, því að félagslega staða þessa fólks er í flestum tilfellum að þetta séu miklu fátækari einstaklingar sem er að kjósa þessa öfga hægri hópa. Einmitt. Það er alveg rétt og gamli skalinn hægri vinstri er auðvitað bara gjör breyttur eða virkar ekki lengur til þess að skilgreina pólitíkina og að þú nefnir Douglas Murray, ég held að það hafi verið hann sem að einna kannski nokkurum sem að talaði að þetta væri einhver staðar fólkið og hvergi fólkið sem að upplifir að það tilheyri einhver ákveðnu svæði eða ákveðnum hópi þjóð og svo fólkið sem að upplifir það að það tilheyri sér bara hluti af öllum heiminum. Önnur leið til þess orðið er globalismin á andspænis þjóðrækni og þetta er að verða held ég nýji skurðpunkturinn í pólitíkinni og alveg ótrúlegt að fylgjast með því hversu stór hluti meginstraums ekki bara fjölmiðlana heldur líka meginstraums stjórnmálana er bara alveg seldur á þessa nýju heimsmynd og þegar að kemur í ljós að einhvað standist ekki, innihaldið sé ekki í lagi, þá bara bæta menn í og halda áfram, ganga lengra eins og dæmin frá Bretlandi sína núna. Ég er nú eiginlega farin að veigra mér við að vitna í Orwell af því að maður er búin að gera það svo oft og svo mörg tilefni til þess. En það er nefnt málið, það gefast alltaf fleiri og fleiri tilefni til að minnast viðvarana hans og í rauninni bara furðulegt að eins og í bók eins og 1984 skrifið held í 48 með 49 kom út 49, skulan hafa séð fyrir að því virðist svo margt af því sem er að gerast núna og þetta ætti að valda okkur öllum áhyggjum en hættan er svo að of margt fólk sé bara upptekið af sínu daglega lífi sem er alveg skiljanlegt og eðlilegt því að borga af reikningunum sínum farið með börnin í tannréttingar það er eitthvað vandamál í skólanum í að krakkan með í vandamál í vinnunni og þér og dagurinn fyrir þetta þannig að almenningur hafi bara ekki tíma til að bregðast við stóru samfélagsbreytingunum sem að á endanum munu þó bitna á öllu fólki ef ekkert það gert. Ég held að Platón hafi sagt að afskiptalausum mönnum verður stýrt af vondum mönnum. Að afskiptaleysi sér en ekki það er ekki afsakanlegt að vera afskiptalaus ef þú vilt ekki að þitt samfélag leiðist út í gönur í þessum efnum og ég held að þú nefnir Orwell náttúrulega sem að ég vitna mjög oft í og eins og ég er sammálaður þar að gefast fleiri og fleiri tilefni til þess að gera það en það ætti einmitt að láta okkur staldra eins við og athuga hvert við erum á leiðin ef það er alltaf fleiri og fleiri atvik sem að bera þess merki að við þurfum að vera að skoða hans rit að þá er það sjálfsögðu einhvers konar hnignun. Finnst þér, ef þú horfir heilt yfir, finnst þér samfélagi vera hnigna? Heilt yfir, já. Ef við lítum á heildarmyndina sem er nú allt og sjaldgæft að menn geri, þá lifum við á hnignuna skeiði vestrænna siðmenningar. Það er eiginlega ekki hægt að halda öðru fram. Það tekur á sig ýmsar myndir.
meðal annars þá mynd að hér eru mjög sterk öfl, ekki bara á Íslandi heldur, víða á Vesturlöndum, sem að leggja sig í framkróka við að grafa undan ekki bara gildum vestrænna siðmenningar sem var nú barist fyrir með blóði, svita og tárum í mörg hundrað ár, heldur líka sögunni, endurskrifa söguna á þann hátt að þetta hafi nú allt verið frekar vont og kannski bara það versta í heimi, það sem að vestræn samfélög áorkuðu. Og þegar að samfélög missa trú á sjálfum sér og fara jafnvel að grafa undan sjálfum sér, hverjir aðrir eiga þá að virða þau? Og ég hef nefnt sem dæmi um þetta fundi með fulltrúum erlendra ríkja, þar sem að Vesturlandabú hér áður fyrr, reyndu að minnsta kosti allavega til málamynda að svona boða vestræn gildi. Kína, samskipti við Kína er gott dæmi. Þegar ég var í Forsætisráðuneytinu, sem er ekkert allt og langt síðan, og við áttum fundi með Kínverjum, sama gildum aðra ráðherra og fyrir og kannski eftir. Áttum fundi með Kínverjum, þá var alltaf á dagskránni að ræða mannréttindamál. Og maður gerði það, nefndi þetta og Kínverjarnir sögðu, já, við erum að vinna í þessu. Þetta er rosalega stórt og erfitt verkefni. Við erum sakalega stórt samfélag, þetta er að þróast hratt hjá okkur, en við erum að vinna í þessu. Og svo gæti maður farið út og mætti viðtal, fréttamannin sem spurði, rædduð þið mannréttindi í Kína? Já, við gerðum það, við fórum yfir þau mál og þeir eru að vinna í þessu. Núna, skilst mér, að ef að leiðtoga Vesturlanda á fundum, tvíhliða fundum eða á stærri fundum í Sameinuðu þjóðum eða annars staðar, reyna að setja ofan í við Kínverja eða gera athugasemd við mannréttindi þar, þá séu viðbröðin: hvernig dettur þér í hug að ætla að fara að skamma mig í mannréttindamálum? Þú sem að kemur frá Vesturlöndum, sem að hafa framið allar vestu syndir í sögu heimsins, eins og ykkar eigin fræðimenn viðurkenna, þrælahaldið, allt þetta, og svo leyfir þér að koma hér og fara að skamma okkur í mannréttindamálum. Þannig að afleiðingin er svo að Vesturlönd eru búin að gefa frá sér svona ákveðið siðferðisvald og þau hafa gert það sjálf með fjölmiðlum að einhverju leyti, með fræðimönnunum, svo kölluðu, með stjórnmálamönnunum, með aktivistunum, sem eru fyrst og fremst uppteknir af því að grafa undan okkar eigin sögu og siðmenningu. Og það veikir okkur. Það veikir okkur inn á við og það veikir okkur út á við líka. Já, ég nefnilega, þetta hefur verið mér mjög huglægt, sko, ekki beinlínis, sko, bullfræðin sem að koma úr hennum ýmsu akademísku stofnunum í svona hendifræðum eða þú hefur komið með orðið vandamálafræði sem er mjög mikið réttnefni að það sem hefur ekki komið óvart er að fáráðlingar séu fáráðlingar í þessum efnum. Heldur, sko, uppgjöf ekki bara stjórnvalda heldur einhvers konar, sko, allra menningarlega stofnana eða svona burðarafls allra vestræna menningar og þá er ég að tala um stofnanir, ég er að tala um félagasamtök, ég er að tala um alla sem einhvern veginn hafa gefið eftir í þeim efnum að bara ég er nú örugglega mikið ógeð og þú segir að ég sé og við einhvern veginn bara þetta er örugglega rétt og svo bara borgum við fyrir þetta með skattpenningum. Já, og meira og það verða til fleiri og fleiri námsgráður og fleiri samtök til að berjast í þessum gremjufræðum eða vandamálafræðum eða hvað við viljum kalla það. Og þetta er líklega að miklu leyti afleiðinga því að fólk vill annars vegar bara hafa frið og þessir aktivistar þeir hafa ekkert annað að gera en að hamast í þessu allan daginn. Stundum er það bara vinnan þeirra, þeir eru búin að koma sér einhverja stöðu til þess. Fólk vill hafa frið og fólk vill hugsa sjálft sig sem góða mannesku. Og þá er stundum auðveldast að bara gefa eftir
auðvitað ég tek undir með allt með einhver. Þannig ekki hægt að alveg barn til dæmis. Ef að þú vilt fyrst og fremst vera dáður á barninu fyrir að gera allt sem að það krefst og því meira sem það grenjar, þeim mun viljur ertu til þess að láta undan. En þetta er svona kannski bara einhver mannlegt eðli og hættulegt eðli að því það getur leitt til mikilla hamfara eins og við höfum séð í sögunni og ég hef oft velti fyrir mér hvaða er ótrúlega merkilegt að þrátt fyrir mannlegt eðli þá skildi vestrænt samfélag ná þeim árangri sem það gerði af því það var svo margt sem að gat farið úrskeiðis. Það var svo margt sem að gekk í berhögg til dæmis við boðskap kristni sem kemur með þá ótrúlegu hugmynd á þeim tíma sem þá var ríkjandi að menn eigi að fyrirgefa og menn eigi að vera góðir við náungan, ekki krefjast neins á móti og alls konar svona hugmyndir sem að einhvern veginn bara pössuð ekkert inn í samfélagi eins og það var þá. Ná meðan að önnur trúarbrögð hugsanlega boðuðu stríð. Þú verður að drepa alla sem að ganga gegn hugmyndum okkar. En það að kristni og síðan bara vestrænt samfélag í framhald af forngrikkjunum og svo rómverjunum og svo kristninni skildi ná að þróast með þessum hætti. Það var auðvitað svakalega erfitt og það voru mörg bakslög en það hafðist og ég óttast að það hafi verið alveg ótrúlega tilviljun eða þá bara að það hafi verið það sem að átti fyrir okkur að liggja en í öllu falli þá er þetta viðkvæmt og það þarf að vernda þetta og að því ég nefndi ástæðan fyrir því að fólk veigra sér við að taka þennan slag til viðbótar við þetta bara daglegt líf sem að heldur öllum uppteknum þá þurfum við að hafa í huga að allar ófarir, það er að segja öll frávik frá grundvallar reglum réttaríkisins þegar að þeir rökstutt að það þurfi bara að víkja frá ákveðnum reglum sem þó voru orðin nokkuð sáttum eftir þetta ótrúlega ferli sem ég lýsti á hann. Allt slíkt, alltaf er réttlætt með því að það sé gert til að vernda þá sem að hallar á. Ekki stundum, ekki oftast, alltaf. Þegar öfgarhreyfingar hafa náð völdum, þá er það gert í krafti þess að það þurfi að skerða lýðræðislegan rétt, að þurfa að skerða tjáningafrelsi og annað til að vernda einhverja. Og þess vegna, þegar þetta gerist, þá koma ekki viðbrögðin sem að ella ef það væri bara útskýrt sem enginn myndi náttúrulega gera. Við þurfum að taka ykkur tjáningafrelsið af því þið eruð ekki að segja það sem við viljum að þið segið. Þeir eru ekki tala í samræmi við stefnu okkar. Nei, en segja, þetta er hatursorðræða, þetta er hættuleg orðræða, svo skilgreinum en hatursorðræðu bara eftir því sem að hendar hverju sinni. Og ef þú tjáir með þessum hætti, þá ertu vondur. Og þess vegna þurfum við til að vernda þá sem hallar á að hefta tjáningafrelsið. Og þetta er stundum orðað þannig að vegurinn til heljar er varðaður góður áformum, en í þessu tilviki þá er þetta fyrst og fremst áróður fyrir það sem að sækja í aukin völd til að fá fólk til að gefa eftir meira og meira frelsi sínu. Ég hef oft vísað í Mattias Rikoshi sem að var leiðtogi kommunista í Ungverjalandi, grimmur en kalkuleraður maður. Og eftir honum er haft hugtakið salami-taktík. Og hann mun hafa lýst í þannig sjálfur. Það gengur út á það að taka bara alltaf eina sneið í einu. Aldrei það stóra sneið að menn svona vakni og veiti mótspyrnu. En ef þú tekur bara eina sneið í einu, þá á endanum
er pilsan búin og fólk er búið að gefa frá sér alla stöðu. Og þannig hafi kommunistarnir náð völdum í Austur-Evrópu. Og nú óttast ég að við séum hér á Vesturlöndum búin að gefa eftir ofumargar sneiðar án þeirra viðbragða sem að það kallar á. Ég fekk nokkrar spurningar svona frá þeim sem að hlusta á þetta hlaðvarp og sérstaklega áskrifendum. Ég ætla svona að reyna að setja þær í samhengi við það sem við erum að ræða. Ein svona salamisneið finnst mér vera Helgi Magnús. Já. Hvað þú ert dómsmálaráðherra. Hvernig tæklar það mál? Rekur Helga Magnús eða rekur Sigríði? Ef ég hefði verið dómsmálaráðherra í þessu tilviki, og ég hef reyndað verið dómsmálaráðherra tíma, en þá ímynda ég mér að ég hefði nú reynd að afgreiða þetta strax. Það er það sem mér finnst reyndar að þú fór skjöldin. Það er rosalega merkilegt. Já. Að sko með við þá stöðu sem hún er í, að hún afgreiðist ekki strax. Mér finnst það vera mjög einkennilegt. En já, halda áfram. Á hvort megin sem hann ætlaði að fara. Nákvæmlega. Það er alltaf betra að klára þetta strax. Ég er þeirra skoðunar að það hefði átt að einfallega segja, já svona, nota það sama og Davíð Oddsson gerði á sínum tíma með skattin á blaðbirgðabörnin. Svona gera menn ekki. Segja bara strax, heyrðu, þarna maður að lýsa ákveðni þróun í samfélaginu sem við þurfum að taka alvarlega. Við förum ekkert að setja til hliðar fyrir það, þrátt fyrir einhver samtök aktivista séu að reyna að kæra hann. Erum við ekki líka alltaf búin að reyna að kæra því að upplifun annarra sé eitthvað sem við höfum ekki að efast og reyna að sporna við? Þetta helst allt í hann, nákvæmlega, hárrétt. Og þetta er þetta að gera strax. En töfin hefur að mínum mati verið mjög skaðleg. Af því að, já, í fyrsta lega er hún furðuleg, ef ég byrja á því. Vik eftir viku, þá segir ráðherrann að hún sé að hugsa þetta og það komi niðurstaða senn. Segist það var leitað ráðgjafar innan ráðuneytisins og utan. Og svo enn nýra ráðgjafar einhvers staðar annar staðar en innan ráðuneytis og utan, og þá fór ég að velta fyrir mér hvort að og væri komin í samband við einhver aðri máttarvöld. En að minnsta kosti, það var alltaf einhver bið og ráðherrann er alltaf að hugsa. Mál sem ætti ekki að vera svo flókið. En það er mjög skaðilegt því að embættismenn sem að sjá þetta, þeir munu hugsa með sér, ef ég bendi á einhvað sem að ég til kannski þurfa að taka á, sem að er ekki í samræmi við réttrúnaðinn, þá verður mér hugsanlega vikið úr starfi. Í besta falli býður mín margra vikna óvissa framtíð mína. Þannig að það er mjög letjandi. Eðlilegur maður hugsa vantala bara, ég sleppi þessu, ég ætla ekkert að tjá mig þetta mál, þó ég hef áhyggjur af því. Ég fæ ekkert nema vandræði og skammir fyrir það. Þannig að þessi langi tími er þegar hún mjög skaðlegur og fyrir ráð, þegar hann er þetta náttúrulega óheppilegt að því leit sig að hver sem niðurstaðan verður, þá lítur hann alltaf undarlega út eftir svona langan tíma. Ef að niðurstaðan verður svo að fallast á kröfuna, þá liggur núna fyrir lögfræðiálit, þetta býsna þétt lögfræðiálit frá Almari Möller fyrir Helga Magnús. Og þá munum menn bara segja, heyrðu þú ráðherrann bara á endanum gafst upp fyrir ráðuneytinu, kerfinu og lét það ráða. Hann sagði nú í viðtali í gær við Sindra að hann myndi koma til með að kæra hið opinbera ef að þeir gefa eftir af kröfum Sigríðar. En það sem mér finnst þú líka vera að gleyma einu sem mér finnst reynda að vera mikilvægast þátturinn sem að innmúraður sjálfstæðismaður sagði við mig núna helgina. Hann sagði mitt að hún var algjörlega búin að klúðra þessu bara með þessari bið. En hann sagði líka að það eru náttúrulega glæpamenn sem eru líka að bíða eftir því að sjá hvernig þetta fer. Því að núna hefur náttúrulega gætt þess að lögreglumenn og aðrir hafa sætt hótunum frá ofbeldismönnum og glæpamönnum. Þeir eru líka að bíða eftir því, heyrðu, núna eru við búin að hóta manni. Einu sem að gerist er það að hann missir vinnuna. Það kemur ekkert að okkar sök og ég menna og ef hann jafnvel lýsir því hvernig við höfum komið fram við viðkomandi, að þá er hann færður úr embætti en ekkert gert við okkur. Já,
alveg hár rétt 100% og stjórnkerfi sendir út skilaboð með því hvernig það tekur á málum og þau skilaboð sem hafa komið í þessu máli eru sérstaklega ef niðurstaðan verður svo að hann er bara ekki mátt tjá sig og þessna víkja á meðan einhver samtök út í bæ er að kæra að það komist upp býsna mikið gagvart opinberu valdi gagvart löggæslu til að mynda og það er rétt sem hún segir að fjölmargir lögreglumenn sérstaklega síðustu misseri hafa mátt þola hótanir og það er einhvað sem að réttarríki þarf að taka mjög hart á þegar að verður að hóta þeim sem halda uppi lögum og reglum eða jafnvel fjölskyldum þeirra þá þarf að taka hart á því en þarna er hættan svo að menn hugsa svo ég get bara tekið menn hér úr umferð ef ég kæri þá fyrir einhvað eða saka þá einhvað. Og þetta nefnilega gengur allt út á að taka menn úr umferð. Þetta er taktík. Hvort sem að það er að hóta, sem er ætlað til þess að hræða menn frá því að vinna vinnuna sína og segja það sem að er satt eða þeim finnst. Eða að kæra í einhverjum flimtingum eins og þarna er einhver samtök sem eiga engra beinna hagsmunna gæta að kæra mannin eða að friðarlega sverta mannorð fólks og láta það þurfa að fara að verjast og verja mannorð sitt. Þannig að það eru 3 aðferðir sem allar miða því sama að reyna að hefta tjáningu manna og komi í veg fyrir að þeir segi það sem að þessum aðilum er ekki þóknanlegt. Það er ég man nú í hver sagði það sko, en það er oft á tíðum þegar að að ræða svona málefni þá er ekki hræðsla við það að fólk sé að segja rangt frá heldur að fólk sé að segja sannleikann. Og það mér finnst það svolítið eiga við hérna út af því að hann er að segja frá sinni upplifun. Það tók hann 3 ár að segja frá þessu. Já. Ég hitti lögmannun daginn sem að útskýri fyrir mér að þessi sami maður og við erum að ræða hérna hafi einmitt verið að beita hann á hótunum og alls konar hryllingi. Já. Og það er rauninni var bara ekki hægt að gera. Og þetta segir okkur svolítið mikið það hvar við stöndum í þessu. Já. Og þú veist, hvernig við tökumst á við það veit ég ekki, en mér finnst þetta rosalega skrítin afstaða að við ætlum að fara þessa bresku leið að taka fólk úr umferð sem að bendir á eða lendir í einhvers konar vanda gagnvart þessum málefnum sem allar Evrópuþjóðir sitja núna uppi með. Já. Eða þá hvort að við eigum bara einhvers konar hreinskilna samræður raunveruleikann. Og eins og segja, það er raunveruleikin sem fólk er hrætt við. Það er ekki það að hann sé endilega að ljúga, sko. Nei. Vel orðað. Raunveruleikin er stóra ógnin í þessu og stóra vandamál okkar hér á Vesturlöndum er viðskilnaður við raunveruleikan, skortur á raunveruleika tengingu, ótti við raunveruleikan og það birtist meðal annars í þessu máli og því að treysta sér ekki til að ræða ákveðin mál að þeir óttast stempil. Frægt er auðvitað eins og nefnt hefur verið hérna í þáttum þínum þetta í Bretlandi með misnotkun 1000 ungra stúlkna í Rotherham og Oxfordshire. Já, bara mörgum borgum víða Bretland, einkum England og það er ráðast í rannsókn á þessu af hverju var ekki brugðist fyrir við, af hverju var ekkert gert og niðurstaða þeirra rannsóknar var bara svo að menn hefði ekki brugðist við, þeir hefði bara efast frásögnarstúlknana eða litið fram hjá þeim jafnvel oftar að þeir vildi ekki fá á sig stempil fyrir að vera rassistar eða fordómafullir að því að í langflestum tilvikum varum að ræða karlmenn frá Pakistan aðalhaldi og Bangladesh og þetta hefur það bara mjög raunveruleg áhrif á þróun samfélagsins en þetta er misnotað þessi stemplar og þeir valda ótta
þá ætti það að vera hlutverk stjórnmálamanna að þora að tjá sig ef aðrir þora því ekki. En of margir þeirra vilja bara komast í gegnum daginn án þess að þurfa að svara fyrir einhvað sem geti talist umdeilt. Og nú sá ég bara í fréttunum, talandum þetta mál Helga Magnúsar, ég sá í fréttunum rétt á henni komið inn að dómsmálaráðuneytið í tíð Jóns Gunnarssonar af öllum mönnum, eða dómsmálaráðurinn hefði átt frumkvæði að því að senda á ríkissaksóknara spurningar eða athugasemdir hvort að ekki ætti að bregðast við orðum hans á sínum tíma þegar hann fekk þessa fyrri áminningu. Hvað var það eftir? Svo að við reyna það. Það var einhvað orðalag sem hann hafði notað hann hafði meðal stemt samkynið það væri nógu samkynið. Já, nógu hommum. Já, skortur á hommum. Já, engin skortur á hommum. Og ef maður las það í heild, þá var hann í raun að segja að megin punkturinn hjá honum var sá að menn ljúgi til kynneði sína. Hann var að færa rauk fyrir þessu undir þeim formerkjum að menn hefðu sótt hæli undir þeim formerkjum að vera samkynniðir og myndi sækja ofsóknum heima fyrir, en hefðu svo gerst uppvísir af því að brjóta kynferðislega á konum. Já, rétt, þú mannst þetta betur en ég, akkurat. En allavega, hann lýsir þessu þannig og þetta bara staðreyndir. Þegar ég var í dómsmálaráðuneytinu tíma, þá sagði lögreglan okkar frá leiðavísum sem að hefðu fundist hjá albönskum smyglurum, mansalsmönnum ætti líka að kalla á, það sem að því var lýst á albönsku, hvernig ætti að spila á kerfið á Íslandi. Og þar voru nefndir hlutir eins og að reyna að gera íslenska konu álétta eða segjast vera samkynhneigður. Því það myndi strax styrkja stöðina mjög verulega. Og eins og Helgi Magnús bendir á sínum tíma, þá auðvitað ljúga menn við þessar aðstæður ef þeir telja það hjálpi sér. En nei, þá er því stilt upp sem fordómar gagnvart samkynhneigðum. Ef þú ert að benda á að einhverjir vafasamir aðilar sé að nýta sér stöðu samkynhneigðra og ljúga til það að þeir séu samkynhneigðir, þá er það fordómar gagnvart samkynhneigðum. Þetta er svo mikið leikfimi, sko. Ég alveg að tala, þetta er svo mikið leikfimi sem við höfum og svo ég fari nú aftur á punktinn sem ég var að nefna áðan, sko, með það sem hefur komið með hvað mest óvart er bara einhvern veginn svona undirgefni fólks almennt í öllum þessum aðstæðum. Og þetta hefur verið, ég var nú bara ég var að lesa upp pistiluna stutt áður en að þú komst að núna er rosalega mikið til umræðu ungi drengir og hvað þeim gengur illa í PISA og hvað í rauninni gengur illa á einum ýmsum sviðum. Og þeir sem að segjast séu svona með mest og bestu svörin í þessu eru oft þeir, sko, ég sá til þess að Þorsteinn Einarsson var með einhverju umræðu þetta hnífabörð og písakannir og eitthvað fleira og hann var að segja, ég er örugglega best í þess fallin að útskýra fyrir fólki hvernig við tökumst á þetta. Maður sem er búin að tala illa drengi og eitra kallmennsku, ég veit ekki hvað og við einhvern veginn ætlum bara að fara að sitja hérna, þetta er örugglega rétt hjá honum, sko, hann er örugglega best í þess fallin. Ég bara, hvernig dettur okkur í hug að þeir sem hafa verið að tala verst drengi séu best í þess fallin til þess að koma þeim til aðstoðar í dag. Það er mjög ríkt í mörgu fólki að vilja treysta sérfræðingum. Og ef einhver komið með þann stimpil sama þó hann sé úr séróspakka eða hvernig sem það gerðist þá er svona löngun til þess að njóta leiðsagnar þeirra og það hjálpar þetta ekki að fjölmiðlarnir margir upphefja þetta fólk og sérstaklega þetta þá sérfræðinga innan gæsalappa sem að tala máli rétt trúnaðarins hverju sinni. Að við þurfum að fyrst og fremst að hvetja fólk til þess að hugsa sjálfstætt og ekki trúa öllu sem að einhver sem kallar sig sérfræðinga á einhverju sviði segir. Ekki óathuguðu máli. Sérfræðingar skipta máli, vissulega, en í þá tíð þegar vísindi voru vísindi, þá var hægt að treysta betur á þá. En jafnvel þá var grundvallar regla í vísindum að efast. Trust the science var frasi sem var mikið notaður í tengslum við COVID. En
það að treysta gagnrýni laust á vísindin óvísindalegt. Svo þú þarft alltaf að efast, vísindin hjálpa þér að smátt og smátt að færast nær sannleikanum, en efinn og það er eina smátt og smátt að gagnrýna og bæta það sem að halda þér fram, það er þannig sem að vísindin skila raunverulegum árangri. Já, og ég meina eins og Thomas Sowell segir, þá er ekki til sem heitir lausnir, þetta eru bara ákvarðana með sínum fórnarkostnaði og ábata. Og meina, og eins og ég segi, ég náttúrulega gerði atlögu að ein mannorði í veirufaraldrinum, þar sem ég sagði að félagslegar afleiðingar og efnahagslegar afleiðingar myndu koma til með að hafa verri áhrif heldur en það að takast, að bjarga einhverjum mannslífum. Ég held að veirufaraldurinn og hvernig við tókust á við hann, ég held að aðgerðirnar munu hafa komið til með að taka fleiri líf til frambúðar heldur en að það við bjarguð. Það getur verið, já. Og mér fannst þetta óhugnulegu tími af því að þarna sá maður hversu auðvelt er að ná tökum á heilu samfélagi ef þú hefur ógnina. Ef þú hefur einhvað sem að hægt er að segja fólki að nú þurfum við að sameinast gegn þessari ógn, þá er hægt að ná að því verðist fullkomnum tökum á samfélaginu. Ég reyndi nú að standa mig í þessu. Ég mætti tvisvar í bólusetningu, því vildi vera góður samborgari, en einnig vegna þess að ég fekk ekki að fara til útlanda nema ég færi í bólusetningu. En maður annars vegar skilur það að ef stjórnvöldi líta á þetta sem tilvistar ógn fyrir samfélagið sjúkdóm, að þá munu beita áróðri og ýmsum bröðum til þess að fá alla með. Maður skilur það. Og þá eftir þetta að komast til botns í því hvað betur hefði mátt fara í þessu, en mér fannst samt svolítið ógnulegt að upplifa þetta þessa tíma og sjá hvað er hægt að ná algjörum tökum á samfélagi ef að utanakomandi ógnin er gerð nógu stór. Ég var bara að reyna að skoða þetta daginn, það er búið að taka út alla upplýsingafundi frá RÚV. Já. Ég get ekki skoðað þetta lengur. Ég var að reyna að grafa upp gögn, ég var að mynda að hlusta bara gömmu viðtöl við mig og Martin Kulldorff meðal annars, þar sem við vorum að ræða svona hvað afleiðingar aðgerðir myndi hafa. Ég hafði mínar efasemdir í apríl 2020 og þá hafði aðgerðina verið búnar í kringum 6 vikur. Já. Og þá sagði ég þetta mun koma til með að hafa vondar efnahagslegar afleiðingar. Ég held að þetta sé gríðarleg eignatilfærsla sem að við höfum náttúrulega bara séð í gegnum húsnæðismarkaðinn. En ég var alveg vissum að þetta myndi koma til með að hafa verri áhrif. Svo hafði ég svona mínar efasemdir í nóvember þegar bóluefni kom. Þegar bóluefni kom, þannig í desember 2020, þá var meira en ár eftir að þessum aðgerðum. Og mér fannst bóluefnið eitthvað frábært þegar það tilkynnt það að menn væru með vísindum og þekkingu búin á svona skömmum tíma að þróa bóluefni. Mér fannst það frábært, mér fannst það til marks getu okkar mannana til að bregðast við hættum og ekki hvað síst þetta mRNA sem var kynnt svona sem bara algjörlega ný leið til þess að leysa heilbrigðismál. Mér fannst þetta svakalega flott því að það var einu upplýsingarnar sem maður fekk og maður langar svo að trúa á sigur mannsandans og getu okkar til þess að leysa vandamál. Og ég held að það er eftir að vinna heilmikla vinnu við að meta kosti og galla þessara bóluefna, þannig að ég ætla ekki að kveður upp úr það núna, en þessi tími hann var upplifun ekki bara út frá sjúkdómavörnum heldur þessu eins og ég nefndi á hann hvað heilt samfélag getur bara farið í röð á saman tíma. Og líka þar sem að við snúumst gegn hvort öðru undir þeim formerkjum að við séum að viðhalda einhvers konar samfélagslegri samheldni
sem að mér fannst vera langverst í þessu. Ég var ekki reiður út í Þórólf, ég var ekki reiður út í Víði, ég var pínu reiður út í stjórnvöld út af því að þau einhvern veginn klukkuðu sig bara út og Þeim fannst þetta frábært, þetta var besti tíminn sem þessi ríkisstjórn hefur upplifað að geta bara látið einhvað þríegjum að stjórna landinu og þau hölluðu sér aftur og aldrei liðið betur. En það fór fylgið upp og fylgið hjá okkur fór mikið niður á þessum tíma þess að en meiri áfallastreitur öskun eftir komið tíman. En ég reyna á því sko að við fórum aldrei úr hugsunarhættunum. Að bóka eftir Czesław Milosz sem heitir The Captive Mind sem ég vitna mjög oft í sem hann talar Kettmann þar sem að í rauninni tveir einstaklingar og Helgi Magnús frábært dæmi þetta þar sem við vitum alveg hvað öllum finnst í þessum efnum að við allir bara heyrðu það hérna maður sem kemur frá Sýrlandi sem bara ógna mönnum hérna og við gerðum ekki neitt í því 3 ára sjálfsögðu á hann rétt á því að tala hreinskilnisinlega það en það kannski hætta á því að tala það opinberlega út af því það geti haft áhrif að þinni stöðu eða í þinni vinnu eða eitthvað fleira því og það þykir líka svona ósnirtilegt að skipta sér af svona málum það þykir frekar ósnirtilegt að tala það bara að Helgi Magnús hafi átt rétt á því að tala þetta út af því að þetta svona óþægilegt málefni en Kettmann lýsir því að það eru samtölu tvekja einstaklingar sem eru svo bundnir við það að þeir séu að halda einhvers konar samfélagslegri samheldni að þeir ljúga að hver öðrum þrátt verið það að vera með þá vitnesku að hinn sem að þú ert að tala við sé ekki á þeirri skoðun sem hann að lýsa og þetta svona orðin svona fullkomnunin þar sem allir við náðum ákveðnum svona ég menna allir með sem einhver fór ekki bólusetningu þá var hann gert ljóst að hann væri vond manneskja eins og ég manni hvort þú nökkvifjallar eða eitthvað fór ekki bólusetningu þá var hann orðin vond manneskja þrátt fyrir það var fullt af öðrum sem fóru kannski ekki bólusetningu en það var samt passað upp á það að þeir ætti að líða illa með það ákvörðun til þess að aðrir væri með það ímynd að þú væri vond manneskja sko. Samfélagið oft bara eins og hjá unglingum að myndast hópþrýstingur og þeir ætlað að aðlagast eða hafa verra af en þetta gekk nú býsna langt við á þessum tíma og að því ég nefndi Bretland þróuna þar áðan Bretland á þessum tíma var þannig að það voru drónar að fylgjast með fólki og ég man eftir einu dæmi sem að dróni elti einhvern í fjallgöngu með hund og bara það fara heim og lögreglan fórum og sátu 2 á bekk eða ef einhver satt 1 of lengi á bekk menn máttu fara í göngutúra á tímabili einu sinni á dag það var nú mildi stjórnvalda að lega fólki að fara út að hreyfa sig einu sinni á dag talið heilsusamlegt svo bárust fjölmargar kvartanir ábendingar að einhver nágranni hefði farið 2 út sama daginn. Þannig að það tók ekkert langan tíma að afla liðs fyrir Stasi í þessu tilviki. Og þú nefndir þetta dæmi að mér sem feimnir við að tjá sig jafnvel þó að þó er viti að hinn hugsanlega annanar skoðunar en hann tegist vera á sömu skoðunar og þú. Þá var þetta náttúrulega þekkt í austantjaldslöndunum að menn svona fundu sínar leiðir til þess að þreifa á afstöðu hins og notuðu meðal annars grín, sögðu brandara og hversu langt geti gengið með þetta, mun hann hlæja, hvar hefja hann en það var þetta fylgst með öllum, sérstaklega var þetta áberandi í Austur-Þýskalandi þar sem það gat bara stemt framtíðinni í voða og sagðir brandara á barengstaðar og ótrúlegar aðferðir eins og menn þekkja sem voru notar til að fylgjast með daglegu lífi, annars vegar að bara rekrúta sem flesta til þess að klaga nágrannan eða foreldra sína eða hvað sem var og þetta endalausar hleránir sem allt. En einu náði Stasi aldrei og það var að lesa hugsanir fólks. Núna geta stjórnvöld í rauninni lesið hugsanir fólks í meira mæli, í talsverðamæli, að það eru svo margir sem bara skrá hugsanir sínar á samfélagsmiðla. Segja frá því hverju þeir eru að velta fyrir sér þann daginn. Og svo kannski allt í einu
breytist tíðrandinn og það verður glæpsamlegt að hafa hugsað einhvað eða velt einhverju fyrir sér og farið í gegnum það sem þú skrifaðir og allt í náttúrulega orðin hugsunarglæpamaður. Og ég er ekki að segja þetta að því ég vilji koma í veg fyrir að fólk tjái hugsanir sínar og skoðanir. Ég held að það sé mjög mikilvægt að menn þori því, en þetta er samt mikil ógn sem að felst í því þegar að ríkir farið að refsa þeir fyrir ekki bara skoðanir heldur jafnvel vangaveltur og hugsanir. Það er náttúrulega líka sko mikilvægt að því leitinu til sko að hérna, eins og ég var að nefna með Platón, að það er mikilvægt að tjá svona skoðanir út af því að sko þú ert líka að veita ákveðið aðhald með því að tjá þína skoðanir eins og þannig að hvað var það 1990 er ekki 91 þegar Ceausescu hérna Ceausescu var 89 var það 89 þegar hann öskraði hann niður Já. Ég man eftir þessu í minningun allavega horfði ég á þetta í beinni útsendingu og hann var svo hissa þegar fólki byrjar að rópa niður. Hann hélt að hann væri að fara þarna og flytja ávarp og heilla mannfjöldan. Bara skildi hann ekki, hvað var að gerast? Það er verið að púa á mig leiðtoga fólksins. En á þess að ég ætla að trufla flæðið hjá þér, þá vil ég þó bara til að gleyma það ekki nefna að þetta með Rúmeníu og eins með Austur-Þýskaland og margt þarna í Austur-Evrópu er til þess fallið að gefa okkur von. Því notum bara Austur-Þýskaland sem dæmi. Þar voru áratugum saman allir aldir upp í ákveðinni skoðun. Frá leikskóla, gegnum allt skólakerfið, á vinnustöðunum, var þið bara kennt hvað væri rétt og rangt í samræmi við stefnu flokksins. Þetta væri innræting frá barnsaldri til gamals aldurs. Og fólk gekk í takt og fylgdi þessu þangað til bara allt í einu að meðan svo áttuðu sig og sagði, nei, við sættum ykkur ekki við þetta sem við búið að sko, innræti ykkur jafnvel frá því vorum 30 ára. Þannig að það er alltaf von einhver hluta vegna að fólk vilji finna frelsið þrátt fyrir að hafa aldrei kynst því og verið alveg upp við einhvað allt annað. Ég líka bara ef þú talar við fólk sem að bæði ólst upp eða kemur frá þessum austantjaldslöndum að þá eru þau með miklu meira óþol gagnvart öllum þessum réttrúnaði og öllum þessum svona aðgerðum stjórnvalda sem einmitt eru hérna eiga að vera til þess fallin einhvern veginn að vernda okkur gagnvart einhverju svona ógnarvaldi sem kemur frá öðrum. Það er alltaf sett upp í einhver svona búning, svona feðraveldið og einhver svona rosalega draugkennt svona fyrirbæri sem á að hræða okkur til hliðinni. En Pólverjar, Litháar, Rúmenar og aðrir eru miklu ólíklegri til þess að vera, gefa eftir í þeim efnum. Þeir eru miklu ólíklegri, þeir eru með miklu meiri efasemdir gagnvart valdi. Og ég tel að það sé gott, ég held til dæmis bara að mannkynssagan sé svolítið eins og þú vorst talað með ýmsum bakslögum, svolítið að bara ofríki gagnvart manninum er eitthvað sem bara hreinlega virkar ekki. Þannig að þó svo að ég sé alltaf að berjast gegn einhvers konar svona hugmynda ofríki, þá er ég alltaf með það svona, þá björtu í hugmyndi svona öndvegi að þrátt fyrir það að einhver nái ofríki á einhverju tímapunkti, þá mun hann glata þeim völdum með einum eða öðrum hætti. Það er mannlegt eðli sem að gera það verkum. Við verðum að vona það, en í millitíðinni getur þetta orðið helmikið tjón eins og það er nefnilega málið sko. Ég mun mörg dæmi en að þú nefndir þetta með Pólverjan á þessar austantjaldsþjóðir sem hafa upplifað þetta, ég held sér alveg rétt þær. Ég man til dæmis eftir einu atviki á COVID-tímanum þegar ég var út í búð og er að bíða eftir að borga á kassanum. Fyrir framan mig var Pólveri. Allt í einu fatt að ég komin ofur nálægt honum. Þannig ég svona bara stekk 1,5 metr aftur fyrir mig til að virða fjarlægðarmörkin. Og hann leitaði á mig svona, no, come here, don't be a sheep,
come here og vildi að ég stæði upp við sig til þess að ég lét ekki reka mig í réttina eins og stjórnvöld ætluðu. Þetta reyndi maður sjálfur sem Íslendingur að vera þægur meðborgari og ekki vildu við breiða út smittin. En þessi gæi, hann var alveg með þá að reyna að þarna væri stjórnvöld út á túni. Já, algjörlega. Tölum að þessum pólitíkin og stjórnvöld. Já. Þingvöldurinn að byrja. Hvernig sér þetta fyrir? Hvernig sér þetta spilast? Þið eru í rosalega góðri stöðu. Ríkisstjórnin í frjálsu falli. Samfylkingin virðist, ég held hún sé búin að metta það svona hægra fylgi sem hún búin að sanka að sér hinga til. Hún svolítið stopp. Þegar maður horfir að grafi þá þetta eins og tölvan hafi, þetta sé svona eins og jarðskjálftamæli sem dettur úr sambandi. Hann fer bara beint áfram. Já. En þið hækkið og verið meira sammælast yfir sjálfstæðarflokknum að einhverju leyti, langt yfir framsókn. Já. Hvernig lest ég þetta? Ég auðvitað mjög ánægður að sjá þessar kannanir en hef einsett mér frá því ég byrjaði í pólitíkinni að reyna ekki alltaf kannanirnar einhvern tímann fyrsta árið held ég að reiknað út að það myndu líklega birtast 30 til 50 kannanir á ári eins og þá var og í hvert skipti samt vildu fjölmiðlar heyra afstöðum hans til þeirrar tilteknu kannunar og sem það var uppið að niður. En ég get nú ekki staðið því í mörg ára og í kjörtímabili 100 kannanir og 100 skipti að full vinna draga einhverjar miklar ályktanir af því. Það þetta bara eðli kannana, þær sveiflast og maður má ekki fyrst og fremst má maður ekki elta þær og það hef ég reynt að forðast allan tíman. Margir flokkar falla í þá gryfju að fara að elta kannanir og að hvað vinsælt núna, hvernig get ég bætt stöðu mína eða hvernig get ég haldið því sem ég með. Ég hef alltaf að trúa því að ef maður heldur bara sínu striki þá myndi fólk virða það á endanum og það ástæðan fyrir því að ég sérstaklega ánægður með fylgistrónuna núna að þetta hefur verið sígandi lukka. Þetta hefur gerst jafnt og þétt smátt og smátt, hraðar kannski aðeins núna síðustu misserinn en þetta ekki eins og stundum með fylgiflokka eins og hjartalínuritt eða jarðskjálftaritt. Þetta hefur verið smátt og smátt að aukast eftir því sem að fleiri hafa fengið trú á okkur og þá það þetta bara hlutverk okkar reyna að viðhalda því, byggja ofan á það en líka hlutverk okkar að fara ekki að taugum ef að það breytist einhvað. Í þeirri vissu að við munum að halda okkar striki og fólk muni virða það við okkur á endanum og ef við fáum nægan stuðning til þá munum við breyta mjög verulega stjórnarfarinu eða komist í aðstöð til þess að breyta verulega stjórnarfarinu á Íslandi. Og nú erum við að fara í þingsetningu við afskaplega sérkennilegar aðstæður. Þeir eru náttúrulega búin að vera sérkennilegar aðstæður alla tíð þessar ríkisstjórnar sem var ekki mynduð pólitík heldur stöðuleika kalluðu það og var síðan að óstöðuleika stjórn. En allavega nú ætlaðu að halda fram, segðu. En meðan við aðdragandan að þingsetningunni þá velti manni fyrir sig hvernig ætti það geta náð einhverju í gegn í þinginu. Ég meina það verið að leggja sig fram við það að sína ég öðruvís en hinn stjórnmálaflokkarnir og skjóta á þá. Ætla þá sjálfstæðis og framsóknarmenn að trítla í salinn og keyra í gegn mál vinstri grænna eins og þeir hafa of oft gert eða mun VG styðja nýtt útlendingamál frá dómsmálaráðherra sjálfstæðisflokksins? Ég held ekki. Ég held að sé mjög lítið að fara að gerast nema hvað. Þau geta náð saman eitt sem að hefur nú svolítið saman að þau fram á þessu að eða peningum. Og nú
verða fjárlögin, þetta fyrsta mál á dagskrá þingsins og ég kvíði því, satt best að segja, að sjá þessi kosninga fjárlög því að þar eru örugglega allir ráðherrarnir og þingmennirnir búin að koma og fara fram á sitt og hver er auðveldasta leiðin ef það er ágreiningur í hópnum og allir einhvern veginn upp á móti öðrum, láta bara alla fá það sem þeir vilja og vonast til þess að með því sé eftir að kaupa aukið fylgi. Ég er ekki viss að það dugi til að kaupa aukið fylgi en það er ímyndaði mér, eða óttast ég að sé síðasta vonin hjá þeim og þau muni hanga saman í einhver tíma bara til að bíða eftir kraftaverki að einhvað gerist sem að auki stuðning flokkana. Hérna hefur heyrt donut, ekki donut-kenninguna, heldur donut rannsóknina, þar sem að krakkar er látnir hafa einn kleinurhring og svo er þeim sagt að þú býðir í 5 mínútur að fara 2 kleinurhring. Já, akkurat. Sko, það var einn við hlustandi sem að vildi koma með þá spurningu ef það væri svona janúargluggi í janúar, þar sem að þið fengjuð að velja 3 leikmenn úr ríkisstjórninni. Sko, ég veit að þú myndir, ekki endilega ríkisstjórnin, þetta er ríkisstjórnarflokkunum. Já. Sko, Birgir Þórarins náttúrulega tapaði svolítið þessari donut-rannsókn. Hann klúðraði í þeim efnum með því að borða kleinurhringinn strax og var, já, örugglega svolítið vondur kleinurhringur út af því að núna eru þið með nokkra kleinurhringi á ykkur disk og ég efast að hann verði fyrir valinu í þessari spurningu. En ef þú fengir 3 í janúarglugganum úr þessari ríkisstjórn til þess að ganga til leiðis við Miðflokkinn, hverjir eru það? Þetta er mjög snjöll og skemmtileg spurning hjá þessum hlustanda. En ég held þú vitir ég er ekkert að fara að svara þessu. Ég er ekki að fara að gera upp á milli þingmanna stjórnarliðsins eða annara. Nei, en sko þetta er líka ákveður spurning hvort því sko að hvert þið er að fara að halla ykkur. Það er núna sagt að þið séu lengst til hægri, nafnið er þrátt fyrir það Miðflokkurinn. Já, við erum á miðunni. Allt hitt við bara fært svo langt til vinstri að það kann að vera að við séum allt innu lengst til hægri en við erum samt á sama staði á miðunni. Sjálfstæðisflokkurinn, hver er munurinn á Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingunni núna? Ég tala ekki eftir að Kristrún setti stjórnarskránuna og Evrópusambandið til hliðar. Hver er munurinn? Þeir voru með landsfund hérna síðast að ræða útlendingamálin undir yfirskriftinni bjóðum þau velkomin og nokkrir kallar komið breytingatillögur svona aðeins til þess að herða á þessu, ekki mikið en aðeins, það var samþykkt á nefndarfundi. Herðu, svo bara eina málið sem hann tekið aftur inn í sal sem mér skilst að það verið í anstöð við þingsköp á þeim fundi, tekið aftur inn í sal og látið greiða atkvæð aftur að því það liti svo illa út fyrir Sjálfstæðisflokkinn að vera á gagnrýnin á innflytjendamálin. Sömu helgi held ég Samfylkingin hafi verið með landsþing kallaði það líklega og þar kom mjög svipustefna sem var samt svona ívið-harðari. Hver er munurinn á Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingunni núna? Já, núna var samt flokksráðsfundur þar sem að Bjarni sagði og ég menna hann kom að tröppunar á Bessastöðum þar sem hann útskýrði fyrir fólki að þetta væri orðið ómögulegt, hann kallaði tjaldbúðunar hörmung, hann er miklu hvassari núna, hann sagði að Ísland myndi ekki koma til með að verða fyrirheitna land flóttamanna. Hefur margt breyst, þannig að ég er alveg sammálaður sko einhverju leyti, en þú getur samt ekki fært rauk fyrir því að þetta sé sá Sjálfstæðisflokkur sem er ennþá í dag og munurinn náttúrulega líka sá að þeir tala fyrir skattalækkunum en Samfylkingin kalla fyrir eftir Tala fyrir skattalækkunum? Þeir eru búin að vera með fjármálaráðuneytið í 10 ár. Og ég meina, talk is cheap. Svo þannig að Brynjar Níelsson hláturskast. Ok, vonandi er þeir að ná áttum í öllum þessum málum. Ég vona það. Og ég heldur reyndar að sé að leiðbeina þeim ágætlega. En það má ekki líta af þeim, sko. En hérna, eins og í útlendingamálum. Þegar þessi ríkisstjórn var mynduð, endurmynduð, eða hvað viljum kalla, endurnýjuð, þá sagði forsætisráðherrann að hún myndi snúast einhverjum 3 mál.
ríkisfjármálin eða efnahagsmálin, orkumálin og útlendingamálin. Nú ætlum við að taka á þessu. Það var bara því að við heyrt að þetta verið málin sem að flokksmennum verið óanaði með og við höfum verið að leggja áherslu á. Þannig að þetta þessi yfirlýsing bara átti að vera einhver mótvægi. Svo bara gera menn einhver allt annað. Og það held ég að sé kannski stór þáttur í þróun í pólitíkinni núna. Margir eru farin að efast að stjórnmálumönnum sé alvara með það sem þeir segja. Vilja einhverja sem er í þessu af ástríðu að því trúa á það sem þeir boða en er ekki bara að segja það sem telja best til þess fallið að bæta aðeins stöðuna í næstu skoðanakönnun. Og við til dæmis í þessum útlendingamálum það erum búin að gangi gegnum ýmislegt fengið á okkur ýmsa stimpla og ég man til dæmis það voru sérstaklega þingmenn og ráðherrar Framsóknarflokks á sínum tíma þegar vorum að ræða þessi mál kölluðu okkur ýmsum illum nöfnum en svo bættu við það sem þeim fannst best og þeir eru ekki einnig að græða á þessi skoðanakönnunum þá vissum maður ná veit ég hvað þið hugsið aðalum þannig að við erum búin að taka þennan slag hvernig sem gengur í skoðanakönnunum og hvaða stimpla sem við höfum fengið á okkur og í því felst kannski ákveðin trúverðileiki að fólk veit að okkur er alvara með þetta. Heldur að þú og Sigurður Ingi gæti grafið öxuna ef að þið myndu koma vel út og þeir myndu koma vel út? Ég hef marg búin að segja það að þú getur ekki verið í pólitík og ætlast til þess að vera bara í stjórn með vinum þínum og ég tel það reyndar galla frekar en kost þegar menn mynda stjórn út á persónulega vináttu frekar en stefnu þá fer þetta bara snúast hafa gaman en það saman og þú jafnvel veigrar þér frekar við að berjast fyrir þínum áherslum. Þannig að stjórnar myndun þarf alltaf að vera praktískt mál og byggt á stefnu og við myndun slíkra stjórnar þá get ég settið í stjórn með hvaða þingmanni sem er svo framalega sem að náðu saman innleiðingu skynsemishyggju. Já, skynsemishyggju. Tölum að þessum skynsemishyggju sko, því ég er alveg sammálaður og það sem mér hefur kannski fundist sérstaklega miður við stjórnmálin undanfarið er að sko ég og þú til dæmis byggjum í sömu blokk og ég hefði enga sérþekkingu á neinu varðar til dæmis hvernig á að múra eða hvernig á að leggja pípulagnir og eitthvað þannig og það kemur bara upp einhver stórkostlegi gallar í blokkinni. Já. Og ég myndi bara alltaf segja við þig, ég get rettað þessu, ég veit nákvæmlega hvað ég er að gera og ég veit nákvæmlega, bara ef það er vandamál þá bara gelta eins og sagt í Hvolpasveit veit ég hvort þú horfir það en þú ert lítið kríli þá veistu hvað ég er það. Dálítið síðan, já. Já, en alveg saman hvað gerist í dag stjórnmál segja alltaf, já þetta er mitt og eftir höfðunudansa liminir, fólk er farið að allar fréttir byrja á því bara, við erum hérna með vandamál og nú þarf ríkið bara ákvað hvað það ætlar að gera. Það er ekkert, það er engin samfélagslega ábyrgð, það er engin persónulega ábyrgð, það er bara ríkisvaldið og eftir því sem að þau taka þessi fleiri verkefni þá náttúrulega rýrir það traustið út af því að þau eru náttúrulega verri stakk búin heldur en aðra til þess að takast á við þessi verkefni. Og þetta er einhvern veginn orðið það samfélag sem við erum einhvern veginn að búa og mér finnst að vera hluta því sem við vorum að tala áðan það að COVID-19 hugsunarhátturinn er enn við líðið þrátt fyrir það að veiran sé horfin. Já. Hvað finnst þér um þetta? Fullkomlega samanlæðir og þetta er vanrækt umræðefni í pólitík mikilvægi samheldins samfélags og samheldra gilda því að þau réttindi sem við njótum og við erum kannski í auknum mæli farin að líta á sem sjálfgefin en eru það ekki en svona grundvallar réttindi sem að til að mynda vestrænt réttarkerfi veitir okkur það er eingöngu tilkomið vegna þess að samfélögin gátu náð saman svona ákveðin sameiginlega skilning á því hvað væri rétt og rangt hvað væri í lagi og hvað ekki og svo þetta fara menn mismikið út fyrir það
eins og glæpamenn á Íslandi hérna áður fyrr langflestir vissu að þeir væru að fara gegn lögunum en þeir virtu þó ákveðin svona sameiginleg mörk í langflestum tilvikum. Það voru bara hlutir sem að menn gerðu ekki. Það var í slagsmálum, menn spörkuðu ekki í höfuðið á einhverju sem lá í jörðinni og menn notuðu almennt ekki hnífa. Gátu slegist með hnefunum en vildi ekki ganga frá einhverjum dauðum og það voru svona takmark á því hversu langt jafnvel afbrotamenn töldu sig geta gengið og þetta var ekki hvað síst vegna þess að við upplifðum okkur svona segjum eina fjölskyldu með svona sameinlega sín á hlutina. Menn fóru stundum út af sporinu en það voru takmark fyrir því hversu langt þeir gengu og þegar að illa gekk hjá einhverjum eða þau eruðu stór slys þá var 100% samkennd og auðvelt að safna peningum til að hjálpa og þar fram til göttunum. Af því að við upplifðum hína einstaklinga sem hluta af hópnum. Jafnvel glæpamenn þegar að Geirjón kom og fann einhvern góð kunningja. Honum þótt hefur í gegnum tíðina þótt væntum það á þessu leyti. Þessar góð kunningja lögreglunar. Svona samfélag, heilstætt samfélag, það gerir okkur kleift að hafa þessar grundvallarreglur eins og sakleysuns sekt sönnuð og jafnræði fyrir lögum og allt þetta. En ef að vikið frá þessu eins og ég óttast að gerast við á Vesturlöndum og samfélagið byrjar að brotna upp og það er ekki lengur til staðar þessi samkennd með náunganum og það er ekki lengur til staðar en að óskrifa svona grundvallarreglur sem halda aftur af því hversu langt menn geta gengið til dæmis í ofbeldi eða hvernig menn koma fram með konur eins og nú mikið rætt við að Evrópu núna þá getum við ekki lengur varið, en það verður allavega miklu erfiðara að verja grundvallarreglunar. Til dæmis reglur persónufrelsi þegar að þú ert komin með það ástand sem kallar bara á leyniþjónustu og vopnaða lögreglu af því að í samfélaginu er einstaklingar sem að virða ekki engar grundvallarreglur. Finnst þér að þetta vera aukast? Já, mér finnst þetta vera aukast. Mér finnst samfélagið vera ekki bara hér, við á Vesturlöndum, samfélagið svona að brotna upp og það sé ekki lengur þessi samfélagssáttmáli, já. Og ekki sama samkennd. Og þá er hættan svo að það muni svona einhver leiti rakna upp þessi grundvallar réttindi af því að það verði bara niðurstaðan. Við getum ekki treyst öllum í þessu samfélagi, sumir bara eru tilbúinir að ganga hryllilega langt og við þurfum bara þá að njósna fólk. Við þurfum lögreglu sem er tilbúin að skjóta menn ef svo ber undir og þar fram til göttunum. Það var kom út grein fyrir ekki svo löngu sem að ég fekk senda frá Robert Putnam sem er svona fremsti stjórnmálafræði mönnum, svona greinandi hefur skrifað fjölmarga bækur, er lesin mjög víða í stjórnmálafræði deildum og hann skrifar það að eftir því sem að svona samfélagssáttmálin eftir því sem að hann er dregin í efa ekki bara að borgurum heldur er grafið undan honum með gjörðum eins og þú ert að lýsa að þá ylli það ekki endilega sko meira einhvers konar lögregluríki eða eitthvað fleira þar fram eftir göttunum þó svo að það væri hætt á því heldur ylli það því að samtryggingakerfið yrði verra. Já, það gerir það augljóslega. Já, en það er út af því að það er mjög mikið, svo við stílum þessu upp á vinstri hægri, að þá er meira svona tortryggni í garð slíks málflutning sem þú varst að fara með frá vinstrimönnum
þrátt fyrir það að velferðarkerfi, samtryggingakerfi, heilbrigðisþjónusta og annað sem fellur eins og segja undir þess svona reglífur hugtak samtryggingakerfi, að það er miklu ólíklegra til þess að stjórnvöld séu kosin inn undir þeim formerkjum að við viljum viðhalda slíkum gildum ef að þessi svona samfélagssáttmáli ef það grafið undan honum og að menningar afbrigði verði mjög mismunandi. Það er að segja fjölmenningarsamfélag, og hann komst að þessari niðurstöðu alveg sama hvert og leyti, að fjölmenningarsamfélag myndi valda því að samtryggingakerfið myndi falla niður áður en langt liði. Já. Og þetta er svona svolítið skringileg umræða út af því að það er oft sama fólki sem að tala fyrir því að það þurfa að auka bæði á sama tíma án þess þó að það sé einhvers konar öfugsnúin mæli, og ég held að þetta sé eitthvað sem að bera að hafa í huga. Það líka að reyna að fjalla svolítið þessa grein út af því að þetta er eldfimt óhjákvæmilega. En sko, út af því að við höfum verið að ræða þetta, ég var að tala með þetta að Gísli Freyr var hérna í gær, sko, ég var að segja, sko, í sambandi við útlendinga sem við reiðum okkur náttúrulega stórkostlega mikið á, að það er einhvern veginn, sko, sérstaklega þegar það kemur upp þetta mál með Kúrani og fleira þar fram til göttunum, þá hefur það, sko, verið að, sko, að jafnvel koma til varnar ákveðnum svona glæpsamlegum svona athæfum. Já. Að þá hefur það verið álitið sem svo að þú sért að koma til móts við útlendinga út af því að það má ekki tala um það. Ég hef alltaf sagt, sko, og út af því ég umgengst mjög mikið útlendinga og ég hef spurt út í þetta, útlendingar hafa miklu meira áhyggjur af því að það verið tekið lauslega á svona málum. Ég er sammálaður. Út af því að þeir eru sá skotbón sem að verður eitthvað helst fyrir þeim svona, þeirri tortryggni í garð hópsins til að byrja með. Þeir eru fyrsti viðkomustæður þeirra borgara sem eru, með hvað mesta tortryggni garð þessum hópum undir þeim formerkjum að ríkisvaldi sé ekki að taka nægilega vel á þeim útlendingum sem eru að brjóta af sér. Þetta er algjörlega í samræmi við upplifun mína, og til dæmis varandi Pólverja sem er náttúrulega, sem er það ekki langstærsti hópurinn hjá okkur, og man ég eftir því fyrir mörgum árum síðan, bara fljótlega eftir ég byrjaði í pólitíkinu að Pólverjarnir höfðu margir áhyggjur af því og lýstu því að stjórnvöld á Íslandi væri ekki að taka nógu hart á pólskum glæpagengjum sem hér störfuðu. Kannski var það af því að stjórnvöld voru hrædd við þá að það væri farið að setja saman sem merki milli Pólverja og glæpa. En þetta aðgerðarleysi á þeim tíma, og kannski enn, því miður, bitnaði þetta fyrst og fremst á Pólverjunum, sem er heiðarlegum vinnandi Pólverjum hér á Íslandi. Og ég hef tekið eftir því með bæði þá og fleiri hópa hér, og það sama má segja marga innflytjendur í Bandaríkjunum, Bretlandi, að þeir eru oft harðari heldur en þeir eru innfæddi því að það þurfa að stjórna landamærunum, og menn get ekki mista alveg tökin á þróuninni, og kannski er það bara af því að þeir gera sér grein fyrir því að samfélagið þurfi ákveðna samheldni, eða komi of margir á stuttum tíma, þá farið það fyrir bí. En þetta sem þú vísaðir í áðan með þessa grein eða ritgerð, þetta er náttúrulega alveg þekkt, og ýmsir hafa bent á að þú getur ekki haft hvort tveggja í senn sterkt velferðarkerfi og opin landamæri. Þetta hefur verið haft eftir dönskum sósíaldemókrötum, en líka Milton Friedman og fleirum. Það fer ekki saman að vera með opin landamæri eða lek landamæri og velferðarkerfi. En ef að við föllumst ekki á það, þá hefði maður nú haldið að afleiðingin yrði augljós, en það er bara svo margir sem að líta fram hjá þessu, sérstaklega því þeir eru ekki í tengslum við raunveruleikann. Það skortir raunveruleika tengingun, og maður heyrir fólk tala eins og það bara ímyndi sér að það sé hægt að taka endalaust við fólki hér úr miklu erfiðari aðstæðum og meiri fátækt, og flytta það hingað, og það bara verði hluta af samfélaginu og fær að skapa verðmæti, og þetta leysist allt saman. Það er bara ekki raunin, það þarf að hafa stjórn á þessu, og fjölmenningarstefna
löngu komin í þrot. Meira að segja sko, Tony Blair, David Cameron, Angela Merkel og fleira fólk hefur viðurkennt þetta og það fyrir allmörgum árum að þessi hugmynd sem að uppi var ekki hvað síst á 10. áratugnum þessi svokallu fjölmenningu virkar ekki. Af því það brýtur niður samfélagssáttmálan tilfinninguna að þú sért hluti af heild sem passar upp á þig og þú passar upp á hina á móti. Fyrir utan það að þetta er í rauninni bara þversögn í sjálfu sér, þetta hugtak. Menning er það sem er sérstakt, einstakt við ákveðna staði og ákveðna svæði. Fjölmenning, einhver blanda af alls konar menningum, er ekki neitt. En það þýðir ekki að við berum ekki að bera virðingu fyrir menningu annara. Og ég held að flestir þeirra sem að bera virðingu fyrir eigin menningu beri líka virðingu fyrir menningu annara og því hún sé varðveitt. Og auðvitað, þegar fólk flytur til annars lands, eins og þegar við Íslendingar, ef við flytjum til útlanda, við viljum halda í ákveðna siði okkar og ekkert gott það að segja, að halda þorrablót og svona. En við gerum ekki kröfu að landi sem við búum í aðlagi sig að okkur og breyti sér til þess að aðlagast okkur. Þessna held ég að ef við að ná árangri með þróuna hérna á Vesturlöndum þá verði bara að fallast á þetta sem að meira sér þetta fólk sem ég nefndi áðan hefur bent á, fjölmenning gengur ekki upp. Það þarf samheldi samfélag og það getur falið í sér að íbúar í því samfélagi komi víða að en aðlægist því samfélagi og vilji taka þátt í því. Og stundum benda mér að Bandaríkin sem gott dæmi árangursríkt fjölmenningarsamfélag. Það er líka engin samtrygging. Nei, það er rétt. Það er mjög takmargur samtrygging og ég myndi líka bæta því við að það er til minnstu kosti nýverið voru Bandaríkin ekki fjölmenningarsamfélag. Þvert á móti, þeir sem að fluttu þangað, það var ætlast til þess af þeim að þeir löguðu sig að menningu landsins. Og jafnvel gekk svo langt að hvað til þess að krakkar væri ekki að tala þýsku eða ungversku eða hvað það var heima hjá sér. Að minnstakosti mættu þeir alls ekki gera það í skólanum. Af því að þarna væri tungumálið enska, það var ákveðin amerísk gildi og svo voru menn látni standa upp í skólastofunni upp á dags eins og meira sér var þegar ég var þarna 7-8 ára í grunnskóla. Þannig standa upp og hylla bandaríska fánan. Ef þú vildir koma til landsins til þess að vinna og byggja nýtt líf, allt í lagi, en þá skildur þú verða Amerikani og gast farið í gúllasúpu hjá Ungverjafélaginu stöku sinnum, en í þáttöku þínu í opinberu lífi, í skóla og alls þar, þá áttur að haga þér eins og Amerikani. Ef að miðflokkurinn kemst í ríkisstjórn og þú verður forsætisráðherra aftur, myndirðu telja að við myndum byrja að beita okkur, eða myndirðu telja að flokkurinn ykkar myndi beita sér fyrir því að við myndum færa svona íslensk gildi aftur svona öndvegi og að við myndum vera stolt af okkar menningu og beita sér fyrir ákveðinu svona þjóðrækni? Ég myndi telja að það er mjög æskilegt og raunar mikilvægt, nauðsynlegt. Og þetta var meira að segja á stefnuskrá okkar í ríkisstjórn sem var myndið 2013 orðað þannig að standa bara í vörðum íslenska þjóðmenningu og gera nú eitt og annað svona til að reyna að standa því, en ég man eftir að ákveðin þingmaður sem að hafði verið í Framsóknarflokknum, hafði verið í Samfylkingunni í Framsóknarflokknum og svo Bjartri framtíð, Guðmundur Steingrímsson, hann lagði einhvern tímann fram fyrirspurn, hann vildi fara í fyrirspurn á mig í þinginu um það hvað er íslensk þjóðmenning og ég var mjög spenntur að fara í þessu umræðu en ég var lengi undirbúið mig þannig að hann gafst upp á biðinni að því ég
ætlaði að skrifa ræðu sem væri bara 10 mínútur eða hvað maður hafði af upptalningu á dæmum hvað væri íslensk þjóðmenning og væri þó ekki tæmandi listi. En málið auðvitað það að svona tal sko að draga úr því að það sé til eitthvað sem kalla með íslenska menningu. Það bara hluti af þessari afstæðishyggju eða jafnvel nýjalisma nútímans að gefa alltaf meira og meira til kynna að það sé ekkit rétt og rangt. Það skipti ekkit á endanum máli og það sé ekki til neitt sem sérstakt við ákveðna staði eða það sé eins og bara með íslenskuna. Nú heyrir maður í auknum mæli það skipti engu máli hvernig við tali. Það sé bara allt í lagi að hafa þetta bara eins og menn vilja. Frá íslensku kennurum? Meira segja, já, sem eru nú sumir mjög vinstri sinnaðir og kannski farnir að elta of mikið nýju vinstri pólitíkina frekar en sitt fag. Af því það að vera með hluti sem að samin okkur eins og sagan, menningin og tungumálið, það svo ótrúlega verðmætt til að halda okkur gangandi til framtíðar sem samfélagi og viðhalda þessum samfélagssáttmála sem þú nefndir og ef allir eru bara farnir að tala alls konar eins og þeir vilja til hvers þá að verja íslenskuna, hverju verður ekki bara að tala ensku eða sumir þá munum bara að tala saman á pólsku og aðeir á tælensku og hvað sem og sjá enga ástæð til þess að læra þetta tungumál sem að menn ber ekki meiri virðingu fyrir en svo að þú megi bara tala eins og þér dettur helst í hug. Þá raknar þetta allt upp. Þá bara haldið áfram að rekja þetta upp og samfélagið mun líða fyrir það. Við þurfum það sem að sameinar okkur og við þurfum að varðveita það og ég held að menn gleymi nú oft hvað þessi saga Íslands alveg ótrúleg afreka saga. Við erum hér á sömu eyjunni með sömu landamærin, sama þjóðin og sama tungumálið núna búin að vera hér í 1150 ár eða svo og höfum varðveitt tungumálið, höfum varðveitt menninguna, höfum þraukað og í mörg hundruð ár við hrikalegar aðstæður þar sem að menn bjuggu bókstaflega í moldarkofum sem að þó virkuðu vel til að halda okkur hitta. Það nú bara nýlega sko. já, nýlega, já. En hvað hjálpaði til við að menn þraukuðu? Þeir þekktu söguna. Þeir vissu að einu sinni hefði verið merkileg þjóð. Hér hefðu hetjur riðið héruð og kvenskörungarnir allir úr Íslandingasögunum ráðið atburðarás í samfélaginu, karlar og konur, börn og gamlir vissu það að þeir væri ekki bara einhverju strandaglópar hér sem að þyrftu að þrauka í vonum ekki neitt. Þeir vissu að þeir væru afkomendur fólks sem að hefði getað haldið uppi hér merkilegu samfélagi og það þýddi að það var aftur hægt að endurheimta þetta merka samfélag. Og þannig var sjálfstæðis fullveldis barátta okkar í rekin sem að skilaði svo þeim árangur að við fórum úr því að vera eitt fátækasta land í Evrópu í að vera eitt mesta velmegunarríki heims. Afleiðing sjálfstæðisbaráttunar og fullveldisins sem að var afleiðing þess að við heldum í söguna og menninguna. Það já, ég sammálaður sko, mér veist vestræn menning almennt séð ekki vera nægilega mikið, já, við horfum ekki á það jákvæðar hliðar sem að hún hefur fært okkur. Sko, hefur þið séð mím, það mím, það sem að það mynd af svona manni að vinna á einhverjum torkofa og segir ég ætla að vinna 16 tíma á dag svo að afkvæmi mín hafi það örlítið betra. Og svo erum við að tala nútíma samfélagi, þá
manneskja með fjólublá skálaklippingu, ring í nefinu og orkudrykk sem að segir allir forfeður mínu voru ógeðslegir og ömurlegir. Þetta er ég sé þetta einhver svipað. Þetta er náttúrulega ekki hægt sko, gagnvart forfeðum okkar. Og eitt af því sem pirrar mig, af því að nú eru allir mjög uppteknir af alls konar fordómum, eitt af því sem pirrar mig eru tímafordómar. Fordómar í garð líðins tíma og fyrir kynslóða, sem eru ótrúlega miklir. Og sérstaklega á Vesturlöndum, eins og við ræddum nú hérna aðeins í upphafi þáttarins, sem bara komin þessi niðurrifs stefna, ekki hvað síst hjá háskólafólki, illu heilli, ofmörgu, sem að leggur sig fram við það að gera lítið úr eigin sögu og menningu. Og nýtir sögufalsanir og tölfræðifalsanir bara. Já, algjörlega. Og það er annað sem að lítur að hnignun vestrænnar siðmenningar, það er aðförun að vísindum. Hvernig menn eru farnir í auknum mæli að leyfa sér einfaldlega misnota vísindi eða réttara sagt að halda því fram að einhvað séu vísindi sem að er bara áróður. Og sjáðu til dæmis fjölmiðla. Akkur er ekki fjölmiðlar hér á landi og erlendis duglegri við það að verja málfrelsi sem maður hefði haldið að væri grundvallar atriði hjá öllum fjölmiðlum. Nei, sumum líðum bara betur með það að vera málpípa eða að segja fólki hvað því eigi að finnast frekar en að segja því fréttir og gangi mála og leyfa því sjálfu að meta þær fréttir. Þetta er rosalega skrítið sko, ég er sammálaður, ég veit ekki, kannski oft á tíminn það hafa alls konar fjölmiðlar náttúrulega kvartar svolítið undan, ég meina Jakob Bjarnar kvartaði yfir því að RÚV væri ekki endilega kannski bestiðis fallin til þess að skapa grundvöll fyrir reynslumikla blaðamenn einfallega út af því að þeir væru svo ofarlega á því að hversu góð kjör þeir getur boðið út að þeir eru opinberir og þurfi ekki að standa skil á miklum árangri eins og aðrir fjölmiðlar og að það sé rauninni hægt að fá þægilegri innivinnu fyrir, það ekki að segja latar einstaklinga, en þú veist, fyrir fólk sem þarf kannski ekki endilega að vera með mikið framtak eins og á einkareknum fjölmiðlum og það illi því að fólk annarkvort flosnaði upp á starfi eða fór jafnvel einhvern lobbyisma eins og við erum að sjá víða núna mjög margir gamli fjölmiðlamenn í alls konar lobbyisma fyrir alls konar samtök og bara út af því að þeir eru samskiptastjórar og eru góðir í því að hafa samtök fjölmiðl og þeir eru þekkja kerfið inn á við. Þá náttúrulega gera það að verkum að það eru kannski margir fjölmiðlamenn sem eru yngri og yngri kantinum sem eru að standa í þessum svona daglega blaðarekstri sem til dæmis ég get ekki verið í og flestir svona sem eru til dæmis í hlaður sem get ekki verið í og það valdi því kannski að það skorti ákveðið sögulegt samhengi út af því að þú ert yngri heldur en kannski aðrir og þá ertu kannski, það er auðveldar að halda það bara auðvitað ætlum við að skera tjáningafrelsi þess einstaklings en hann er að segja eitthvað vont, hann er hættulegur hérna þá er auðveldar að grafa undan þig sko, þótt að þú kannski gerir kannski ekki grein fyrir því að þú ert næstur sko. Það er akkurat þannig og það er alltaf líka auðveldar að líta fram hjá því þegar einhverjir aðrir regilu þegar þeir verða fyrir árásum en ef að menn leyfa því að gerast og leyfa hvort sem er stjórnvöldum eða öðrum að víkja frá sem við töldum á grundvallarprinsip þá kemur á endanum að þér og þá er of sent að segja einhverju gerði engin neitt fyrr og ég held að þetta sé bara mikilvægasta mál sem að við að fást núna efnahagsmál er alltaf mikilvæg húsnæðismál er alltaf mikilvæg og við leggjum mikla áherslu á í okkar flokki, okkar pólitík að taka á þeim málum en ef þú missir samfélagið og grundvallar gildin sem allur árangurinn byggðist á þá verða efnahagsmálin ekki betri þá verða húsnæðismálin ekki betri ekkert menntamálin verða ekki betri ekki heilbrigðiskerfið, ekkert verður betra ef að þú leifir undirstöðunum, grunnstöðunum að rotna Það er hárrétt. Hérna höfum að ljúka þessu
það var annar, ég er nú ekki múin að geta það var svo mikið flæði í þessi hjá okkur að ég er ekki múin að geta komið öllum spurningunum inn en það er samt þó einhverja sem ég er búin að setja inn það var einn sem að vildi vita eins og ég fekk mjög margar spurningar en sumar aðeins hérna og þessi kom 2 svar eða 3 svar hverja eru það að fara að setja á lista eru þið byrjaðir eitthvað að hugsa þetta er komin einhver eru komin drög að lista þetta getur að nefna nöfn en eru þið komin með einhver drög að lista og ég minna að þið þurfum að fylla upp í svolítið mörg slott það verður engin vandamál held ég að fylla í slottin eins og segir og þetta maður byrjar að velta þessu fyrir sér en það er eins og ekkert gerst í því og hefur ekki staðið til að gera neitt í því í bili það er mjög erfitt að ætlast til þessa fólki að það fari að gefa sig upp og taka sæti á lista þegar minn hef ekki hugmynd hvenær kosningarnar verða hvort það verði næsta haust, næsta vor í haust eða hvað en ég gerir ráð fyrir því að leið og menn svona sjá til lands í þeim skilningi að þeir hafa einhverja hugmynd hvenær kosningar verði þá verði drifið í þessu að skipa öfluga framboðslista og það verður ekki vandamál hjá okkur. Brynjar sagði að þetta væri einsmannsflokkur. Hvernig bregstu við því? Ja, Brynjar blessaður, stórvinur minn, hefur nú helst notað þetta til að verja Sjálfstæðisflokkinn og þeir fleiri, Jón Gunnarsson einhver svona, er alltaf að tala með þetta. Sjálfstæðisflokkurinn er svo mikil fjöldahreyfing, það er svo margir í flokknum. Þá myndi ég nú reynda að minna á að það eru mjög margir í miðflokknum líka. Við erum fjöldahreyfing og ég tek engar ákvarðanir stefnu þannig að þó ég geti haft áhrif á það. Eru konur með blási hár og naglalakk, hvað ég að segja, velkomnar í hópi ykkar? Já, eins og allt gott fólk. En þetta með sko að það er kjósa Sjálfstæðisflokkinn af því að hann sé svo stór það er svona yfirleitt skilaboðin frá þeim og þeir hafa svona gert grína því að við varum bara 2 við vorum 3 eins og þetta og svo voru bara 2 og þess vegna getum við ekki náð árangri og þess vegna þyrfti að kjósa flokk sem hann væri miklu stærri nú er þeir náttúrulega bara lendir í þeim vandræðum að þessi stóri flokkur þeirra sem fólk átt að kjósa bara af því hann væri svo stór hann er ekki eins stór lengur og 2 menn í þingflokki Alþingi gátu sínt það sem að við boðum að við myndum gera að öflugur 2 manna her getur alveg skilað sínu þannig að þá kemur næsta spurning ef ég mætti spyrja Brynjar getur ímyndaði Brynjar ef að 2 þingmenn geta látið svona til sín taka hvað stór þingflokkur miðflokksins gæti gert hverju hann gæti áorkað ef að mæli hverði þinn er fyrst og fremst hversu margir eru í flokknum í þingflokknum já, miðflokkurinn þegar hann verður stór þingflokkur mun geta gert margkvælt á við það sem við höfum náð að gera núna að því merkið hann getur breytt stjórnmálum á Íslandi Breytt stjórnmálum á Íslandi Þetta verður áhugavert. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, takk aðeinslega fyrir að koma aftur. Takk fyrir mig, það var gaman að koma aftur. Það ekki, við gerum þetta aftur. Ég vonandi þess ekki síðast skipti. Nei, blessaður, við gerum þetta aftur. Það er ekki spurning. Gott að sjá þig. Takk, bless.